Góðan daginn og velkomin í Helgaspjallið. Ég með mjög víðförulegan gest hjá mér í stúdíónu. Spennandi maður, Kristján Gíslason. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Já, ávallt velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, við hittumst alltaf í sundi á mótnana. Nú eru laugardagslögin lokuð. Hvað gerirðu þá? Ég er nú bara búinn að vera út í Bandaríkjunum síðan hún lokaði og það var rétt að koma heim í gær, þannig að það hefur ekki reynt á það hingað til. Já. Og svo er ég að fara í ferð næsta þriðjudag, þannig að allir ég komist nokkuð í sundið. Já. Bara svo að það sé á hreinu, ég er í sundhöllin á meðan. Já, ok. Já. Gott. Heyrðu, en svona aðeins að þér. Þú ég var að skoða aðeins á einhverju netsíðu, gott ef það var ekki hringfarinn.is, að það eru núna liðin 10 ár frá þinni fyrstu ferð sem að var þá hringferð í kringum hnöttinn. Já. Og þessi tími hefur flogið áfram og þú er búinn að fara margar ferðir síðan þá. Já, ég er búinn að fara núna á þessum 10 árum er ég búinn að fara til yfir 100 landa, mest á mótorhjólinu mínu. Þannig að fyrsta ferðin var náttúrulega hringferðin sem að tók mig 10 mánuði, átti bara að taka 3 til 4 mánuði. 3 árum síðar þá fór ég í ferð til Rússlands á eftir íslenska karlalandsliðin í fótbolta. Það var mjög eftirminnileg ferð, ég sá þáttinn hérna, Rússa þáttinn. Og svo ferð endaði í Suður Afríku og ég hjólaði þá tæpa 28 kílómetra á einum 7,5 mánuði. Og síðan þá er ég búinn að fara víða, ég er búinn að fara yfir Ameríku, strönd til strandar, upp Patagóníu, sem það sé í Suður Ameríku. Patagóníu, er það bara frá endanum á, hvað segir maður, Argentínu? Já, það er kallað syðsta borgin heitir Ushuaia. Og þessi leið hún er frá Ushuaia sem er syðsti hluti Argentínu og þú ferð inn í Argentínu og Chile. Patagónia samanstendur þessum 2 löndum. Og við hjóluðum upp til Santiago de Chile sem er höfuðborg Chile sem er 6.000 kílómetrar fjöll og fyrnindi. Já, 6.000 kílómetrar. Það er bara svona til að setja þetta í samhengi að þessi leið sem maður þekkir millir vestur- og austurstrandar, er hún ekki 5.500 eða? Við hjóluðum í Bandaríkjunum, við hjóluðum 8.000 kílómetrar með útidúrum, skilurðu. En hringurinn á Íslandi er 1.400 kílómetrar. 1.400 kílómetrar og vesturströnd, austurströnd, er það ekki einhvern veginn heyrið að það sé 5.000, veistu það? Meinar í Bandaríkjunum? Já, í Bandaríkjunum. Ég veit ekki hvað það er, en við hjóluðum þessi 8.000 kílómetrar með útidúrum, við fórum ekki bara beint yfir, við vorum að fara. Og fyrsta ferðið þín, hringferðin, sem sagt hún var 48.000. Hún var rétt tæp 48.000, fór í gegnum 35 lönd í 5 heimsálfum. Og þarna ætlaði ég, eins og kom fram, þá ætlaði ég að vera 3 mánuði, en þeir urðu 10 og rúmlega það. Og það var einfaldlega vegna þess að mér var alltaf fyrir að líða betur og betur og ég lengdi alltaf ferðalagi. Og þannig að gaf mér mikið þessi ferð. Reyndi þetta eitthvað á hjónabandið? Nei, það reyndi ekki á hjónabandið sem slíkt, en ég skal alveg vera hreinskilinn við með það að fóru að kvissast út einhverjar sögur, svona kjaftasögur og í ákveðnum kreðsum. Þú vildir ekki koma tilbaka? Nei, ekki það, heldur bara að vera eitthvað að hjónabandinu. Það væri komið eitthvað pikklis í hjónabandið og ég væri að flýja það eða eitthvað, ég veit ekki hvaða sögur eru þau til. En þetta hafði áhrif á kona mína, Ásdís. Já, skiljanlega. Já, og ég þurfti að koma heim þegar ég var komin eiginlega til Suður Ameríku, til Chile. Þá skrapp ég heim í viku vegna pabbi dó. Og ég fylgdi honum til grafar og þá fékk ég tækifæri til þess að tala við konuna og þá kom þetta allt upp með þessar kjaftasögur og við ræddum það bara og ákveðum við, þú veist, þetta er ekki neitt til að breyta einu hjá okkur, mínu plani og ég fór tilbaka aftur og ég var áfram þarna í 3 mánuði eftir þetta, sko.
Já, tæpa. Gróa á leiti, hún stoppar aldrei. Nei, hún nauðsynleg líka. Hún nauðsynleg, sko. Já. En það sem ég finnst langar að grípa utan í þessu viðtali er hvað fær mann sem er kominn á miðjan aldur. Þú varst 56 ára þegar þú ferð fyrstu ferðina. Ég 56 ára fór fyrst á mótorhjól. Þegar þú ferð fyrst á mótorhjól? Já, ég bara fer fyrst á mótorhjól 56 ára. Já. Og 2 árum síðar, þú veist, við erum ekki að tala um 2 ár, við erum að tala um 2 sumur, þú hjólar ekkert veturinn. Nei. 2 sumurum síðar ákveði ég að fara hringinn í kringum hnöttinn á mótorhjólinu. Ég fjall alveg fyrir þessum faramáta og lagði af stað einn. En þannig að þú tókst 2 svona einhver æfingatímabil venjast hjólinu og... Já, maður vil segja það, ég meina það var aldrei meiningin hjá mér að fara hringinn í kringum hnöttinn þegar ég settist fyrst á mótorhjóli 56 ára. Já, það var engin tenging þar, þú varst ekki búin að segja, heyrðu, nú farið eitthvað mjög metnaðarfullt ferðalag. Það var alltaf önnur ástæð fyrir því að ég enda á mótorhjóli, þarna 56 ára, og hún er svo að ég neyddist til þess að hætti golfi sem var ástríðu íþróttin mín. Og ég sá ekkert nema golf framundan og draumur minn var að eignast einbýlishús við golfvöll einhvers staðar út í heimi þar sem ég gæti spila golf út í eitt, skilurðu. Og ég tók þetta með miklu trukki og ég var komin niður í 9,5 í forgjöf þegar ég þurfti að hætta í golfi vegna bakmeiðsla. Og ég átti að lenda í, það var fyrir sig að ég þurfti að fara í uppskurð og spengja neðstu hryggjarliðana, 2 hryggjarliðana. Ég var í svo miklu verkjum. En í viðtali við svæfingalækninn, þá hætti ég við, ég er hættur við. Og það sem meira var, ég gekk út og ég sagði, ég er hættur golfi líka. Það var það sem var fyrst og fremst að ergja mig og vegna þess að ég var alltaf í verkjum á sumrin þegar ég var í golfi. Já, þessi sveifla, hún náttúrulega kannski ekki alveg bakveginn. Nei, hún er langt frá því. Og það eru allt og margir, held ég, sem að streðast við þetta, að halda þess áfram og taka bara íbúfen og einhverju verkjalyf. Ég veit að menn eru að sprauta sig láta sprauta sig með styrasprautum bara þegar, grasið er orðið grænt. Bara til að harka út sumarið. Já, einmitt. Þetta er þannig. En ég breytti þarna og það sem að kemur í ljós sem ég vissi ekkert að mótorhjólið var gott fyrir mig. Þessi núningur á mótorhjólinu, að hann bara virkar vel á mig. Auðvitað þarf ég að sitja rétt á hjólinu og svo framvegis. Og það lærði ég vegna þess að ég fór í bakskóla Jósefs Blöndals í Stykkishólmi í beinu framhaldi af því að hafa hætt við uppskurðinn og lærði því að ég endurforritaði mig aftur þar. Mér var bara kennt að umgangast bakið á mér, bara hvernig ég klæddi mig í sokkana, hvernig ég tannburstaði mig, alltaf að passa upp á bakið. Það má eiginlega segja að ég hafi lært að spengja með bakið. Og þegar við nefnum sundið, þá breytti ég var í Bringósundi, ég fór út í Skriðsundið og ég með flotholt á milli fóta til þess að halda legunni og líka það að mynda ekki spennu í hryggnum þar. Þannig ég syndi bara með höndunum. Þess vegna læt ég fæturna vera... Já, þeir fljóta þarna bara með. Ég ger ekki neitt, sko, það er bara alveg, þú veist, bara rólegt baksvæðið mitt, sko. Já. En það fær örugglega svona einhverja svona heilbrigða hreyfingu. Já. Eins og á mótorhjólinu. Já. Það gerir það. Það er þetta nudd, sko, og sama líka með hesta. Já. Við vorum aðeins á hestbæki og það er líka gott. Já. Ég tengi við að læra að fara í sokka. Já. Ég hætti að fara í sokka. Nú gengi ég alltaf bara berfættur í skóm. Já, meinarðu? Ég gæti ekki klætt mig í sokka. Ég hef sömu, sama veikleik og þú. Já. Að bakið á mér fertugur, þá fæ ég brjósklos. Og ég var lengi átt að mig á því hvernig ég ætti að takast á við þetta. Ég þetta náttúrulega kveðja ýmsar íþróttir sem ég var skemmtilegar. Fótbolti og annað. Og sama tíma þú náttúrulega að kveðja einhverja ástríðu. Já, það var erfitt.
Ég veit að þú ert ástríður maður. Já, þú veist, ég bara svo típa, ég verð að hafa ástríðu fyrir því sem ég að gera, alveg saman hvað það Þú veist, einhver kallaði metnað, ég kallaði ástríðu. Þannig að ég fæ svo mikið út úr því að fara all in í því sem ég að gera, sko. Og ég þarf ekki að vera bestur einhvern veginn, ég bara þarf að gera mitt besta til þess að fá það út úr því sem ég hef ánægju af, skilurðu. Ég tengi við þetta, að fara og gera eitthvað og gera vel. Já, einmitt. Og eins og ég segi, þú kannski ekki, það alltaf einhverjir sem geta toppað mann. Það bara, þú veist, það bara þannig og þú ert ekki kannski tilbúin til að fara svo langt, skilurðu. Nei. En það alltaf gaman að geta litið við farið veg og segja, heyrðu, ég kláraði þetta, afrekaði þetta og svo líka þessi persónulegi vöxtur og hvað segir maður, svona valdefling. Og fattar það að, heyrðu, ég bara get þetta. Já, það náttúrulega, þú veist, ég er ekkert fæddur inn í þetta hlutverk, maður þurfti bara að læra frá fyrsta degi að feta sig áfram á þessari braut, skilurðu. Og þetta, þú þarft að búa þig til einhvern svona, reynslu banka, þú ert að byggja þig upp fyrir áskoranir ýmsar, skilurðu. Og það hef ég kannski, að því að bakgrunninn minn, ég menntaður kerfisfræðingur og forritari og vann við það. Þannig að ég lærði þau vinnubrögð og þau hafa nýst mér mjög í öllu þessu ferðarlögum, það að segja við undirbúningin á öllu og svo framvegis. Þannig að það bara góð, það forsenda fyrir því að þú náir að njóta ferðarlagsins, að vera vel undirbúinn. Og með kerfisbundna hugsun. Já, vissu marki líka. Þú verður líka að vera tilbúinn til þess að breyta út af og ég dálítið svoleiðis maður, ég er bæði kerfisfræðingur sem kemur frá móður minni og svo er listamaður eins og pappi var listamaður. Þannig að þessi blanda, ég held að ég hafi dálítið frá báðum, skilurðu. Það kom fram í þessari ferð þarna 2018, þá ætlaði bara til Rússlands en endaðir í Suður Afríku. Það bara verður svona ég bara fylgdi vindinum, sko. Og það oft þannig að, þú veist, ég komin á hjólið og ég búinn að ákveða ferð og ég nefni eina ferð sem var dálítið afdrifarík. Ég var komið hjólið mitt til Oslo, búinn að fara til Færeyja, Danmörku, Svíþjóð og Noreg og kom til Oslo. Og ég ætlaði að fara til Nordkapp, það er nyrsta hluta Noregs. Og þegar ég sestur á hjólið, þá var ég bara einhvern veginn ekki stuði. Þannig ég sagði, að ég bara fara heim, bara taka Norrænu og bara láta þetta gott heit. Veðrið gott heima og svo frá. Það kemur strákur til mín og fer að ræða við mig og segja við mig, sko, heyrðu, veistu hvað ég myndi gera? Ég myndi að fara þessa leið, ég myndi að fara í suður, fara yfir Telemark-sýsluna, yfir til Bergen og þar norður. Það æðislegt. Og bara að heyra hann, þú veist, hann hafði gert þetta, hann hafði svo mikla ástríðu fyrir þessu, ég veist bara, ég geri þetta. Ég fór til norður Noregs. Þessi ferð var bara 12.000 kilometrar frá Íslandi og tilbaka aftur. Og algjörlega þannig séu óskipulega fyrir. Já, þannig að segja, ég hafði hug á því, en hann varð til þess að ég breytti áætlun og fór síðan norður. Þannig ég er að segja, sko, þú veist, þarna bara skeiði þetta, þessi ákvörðun tók ég þegar ég var komin á hjólið. Það er svolítið, það ekki til fyrsta skipti. Það er svolítið listræn framvinda. Að stoppa ekki. Ég meina að vera opinn. Já, og komin í eitthvað flæði. Já, vera opinn. Og fá tilfinningu fyrir einhverju nýju. Og fara þá, elta tilfinningu. Já. Ég kannast ég kallaði þetta svona að láta vindinn feikja mér eitthvað. Skilur bara vera tilbúin til þess, sko. Skilur, ekki að streðast á móti einhverju vind og að því að ég var búinn að ákveða ég ætlaði að gera þetta og fara á móti honum alveg, sko. Þetta bara leyfa vindinum að feikja mér eitthvað. Bara svo fræja laufi vindi. Hvar mun að falla niður, sko. Einmitt. Skemmtilegt. Og það dálítið ferðastrategían mín að, þú veist, ég með ákveðna hjólalínu, en svo eru variantirnir allir eins og þegar ég fór til Rússlands, ég endaði í Suður Afríku. Það er gott að hafa, verið ekki of njörvað niður. Einmitt, það er mikilvægt. Ég hef
verið að ferðast núna fyrstu skipti til Asíu. Já. Ég hef búin að fara í 2 ferðir til Thailands. Já. Og ég hef ekki skipulagt þar neitt sérlega mikið. Nei. Og ég bara látið þetta ráðast og hérna, mér finnst það rosalega yndislegu ferðamáti. Það það. Og ég náttúrulega hef ekki, þetta fyrstu skipti á ævinni sem ég að fara einn án, þú veist, barna eða fjölskyldu og þá getur maður bara gert það sem mann langar til og ég náttúrulega ekki, allavega ekki ennþá á mótorhjóli en mér finnst gaman að æfa og ég hef bara farið og fundið mér, ég raunir bara farið í bara svona æfingabúður og gert það sem ég kann að gera vel. Það sem þú hefur ánægja af. Og hefur ánægja, Þú hefur ástríðu fyrir. Já, og líkt og þú veist, maður kemur einhvern veginn öðruvísi tilbaka. Maður gerir það. Já, og leið mér aðeins að fara, þú veist, hérna, ef við tölum þessi ferðalega eftir korti og hérna maður skipuleggur, en svo þetta andlega ferðalag. Já. Hérna, þú náttúrulega hittir nýtt fólk og þú veist, gesturistni, framandi menning og hérna ögranir, stríð, áskoranir, þú veist, vond veður, ég sá þig einhvern mann, þú veist, ég bara móti rok og rigningu einhvers staðar og maður hugsaði bara, shit, hvað hann að leggja á sig, sko. Og hérna, þetta náttúrulega, hvað segir maður, þetta andlegu skóli líka og áreynsla. Þetta það og þú nefnir rok og rigningu og allt það, sko, erfiðustu tímarnir mínir ég ekki að taka upp neitt, sko. Þá slekki á öllum myndavélum og ger ekki neitt, sko. Það oft sem ég lendi þannig aðstæðum að ég hef bara fullt í fangi bara með að einbeita mér að því verkefni að koma mér á áfangastað. Bara slysalaust. Já, slysalaust. Þú veist, og ég vil ekki vera háður því að vera með einhvern þurfa að íta og takka minniskort eða fyllast eða myndavélina snúast eða eitthvað, sko. Bara ég verð bara að vera algjörlega með 100% einbeitingu á þessu. Og þetta var það sem átti sér stað með Patagóníu þegar við fórum upp Patagóníu og ég var með Ásdísi aftan á, skilur. Þetta erfiðasta ferðalega mótorhjóli sem ég fer út af því að ég var með bara ábyrgð á annari manneskju og í vind sem að fekkt okkur, sko, bara út af veginum, sko, nánast. Og svo veistu ekkert hvers konar bíl þú mætir, sko. Nei, og allt það, sko. Þannig að það þessar áskoranir sem og auðvitað á þessum löngum ferðalögum mínu þá ég lendi í ýmsu, sko. Og geti talað upp, þú veist, ég lendi í því að keyra á lítinn dreng, sko, skilur, og vissi ekki hvernig honum myndi vegna og bara gæti ekki hugsað mér að halda áfram ferðalaginu fyrir ég vissi nákvæmlega stöðun á strafnum, sko. Og svo lendi ég þarna í sko, stjórnarbyltingu í Súdan og þar 52 stiga hiti og þú veist, hjólið að gefa upp öndina bara of hitnun. Ég var algjörlega að þotna upp, sko. Setti mér mestu hættu þar, skilurðu? Já, bara á ofþotnun og bara of hitnun. Já. Og fólk getur fengið hitasla í töluvert minni hita. Já, bara alveg, og síðan ég líka, þú veist, þú lendir inn á svæðum, ég hef verið á þremur stöðum í sko herfylgd, vegna þess að þú ert að fara í gegnum hættuleg svæði. Já, ég man þegar þú varst að fara í gegnum Mexíkó. Já, það er Mexíkó. Bandaríkjun. Já, ég átti 300 kilometra eftir inn í Bandaríkjun þegar ég var bara að stoppa og sagði, þú verður bara að fara tilbaka, sko. Þú ert að fara á hrikalegt svæði og það var ég líka í Kólumbíu, farið í gegnum svona kartelsvæði, þar var ég fylgd með hernum líka, eða lögreglunni þar. Það eru margir grafnir þarna, sko, bara í frumskógum og eyðimörkum. Já. Þannig ég að segja, sko, þú veist, það eru ýmsar áskoranir fyrir utan veður og náttúrulega tungumál og skilja og fá leita af hóteli og mat og veikjast og þú veist, þetta eru alls konar áskoranir. En það sem að stendur svo sterkt upp úr það að það alltaf einhver sem koma. Það er alls það gott fólk til og það svo stór niðurstaða þessara ferðar að hvað heimurinn bara góður, fullur af góðu fólki, ekki bara góðu fólki, heldur frábæru fólki. Og þess vegna held ég áfram að ferðast, vegna þess að
ég trúi því að fólki sem ég að fara að hitta sé bara gott fólk. Já. Og meira þess að þegar ég fór niður Afríku eftir hringferðina, þá skrifaði ég svona mission statement. Ég ætla að kanna það hvort ég finn ekki sama góða fólkið í Afríku eins og ég annars staðar hitt. Já. Nákvæmlega það sem ég hitti. Bara gott fólk. Já. Ok, stríð, upplaup og allt það, en fólki sem kom að mér og umvafiði mig, þú veist, öryggi og umhyggju, og gaf mér að borða og fæddi mig og allt það. Veitti húsaskjól og... Já, veitti mig húsaskjól og það, þú veist, bara, þú veist, ég nánast klökkur þegar bara tala þetta, sko. Já. En þann dag í dag. Já, já. Það yndislegt til þess að vita að fólk úti til að hjálpa hvort öðru. Já, þú veist, og í viljugt. Já, og það kannski líka vegna þess að ég einn að ferðast. Já. Leið og við erum 2 eða 3 eða fleiri, þá erum við komið svona skjöldi kringum okkur. Já. Þá erum við orðin ógn einhver. Já. Stórir menn, mótuhjól, leðri eða einhverju svona hjálmar og þannig að þarna ég, þú veist, bara eitthvað svona bara umkomulaus. Já, umkomulaus og svona já, bara týndur bara svona einn í heiminum. Já, einn á hjóli. Og fólk kemur og bara segja, þú veist, get ég hjálpað þér? Já. Og þegar ég kem inn í það land sem ég hræddist hvað mest að fara í gegnum, sem var Íran. Já. Þá uppgötaði ég það bara að Íran, þetta er sko yndislegasta land sem ég hef kynnst fyrr og síðar. Já. Ég hef aldrei upplifað aðra eins góðmennsku eins og í Íran. Já. Hverjum hefði dottið það til hugar? Eða hvenær hefði mér dottið það til hugar áður en ég fór inn í Íran? Ég var í 14 daga í Íran. Já. Með vísa inn í landinu. Mér var boðið 10 sinnum út að borða, búið að borga fyrir mig, boðið heim, gisting og svo framvegis. 10 sinnum. Ég gat því miður ekki þegið alltaf. Já. En bara fólki kom og bara sagði, hefur húsaskjól, má bjóða þér bara gista hjá okkur. Bara gömul hjón komið til mín og þú veist þetta, þannig að það er bara þessi tár í augun líka. Já, ég meina það er sko alveg tilefnið til sko, að það er búið að prógrama okkur svo mikið, skilur við. Já, fréttirnar sem við lesum þú veist, bara, þú veist, Íran til dæmis. Já. Það sé bara algjörlega. Ógnarstjórn og eflaust kannski, þú veist, náttúrulega, eins og ég segi, stjórnmál og mannfólk það er alveg breiður vegur þar á milli. Já, já. Mannlífið náttúrulega snýst alltaf út af það sama, komast af og... Já, það er bara alveg sama hvaða trú þú tilheyrir, hvort það er þú veist, búddisti eða hindúisti eða múslim eða kristinmaður eða hvað það er. Já. Það eru allir að sækjast eftir frið. Já. Að elska og vera elskaður. Já. Þetta er bara grunnurinn sem allir að sækjast eftir. Svo getum við kalla hvaða nafni sem er Búdda eða Guð eða hvað sem er. Íslam eða kristni. Já, þú veist. Ég tengi við þetta þegar þú veist, þegar maður hefur verið í kannski, til dæmis erfiðum aðstæðum, segjum bara, þú veist, í kannski sambandsslitum eða hjónabandi sem hlutirnir hafa ekki verið að ganga og svo maður spurður, og hvað vilt þú? Fyrsta sem kemur alltaf upp í minn huga er bara, ég vil frið, sátt og samlyndi. Og ef að það er friður þá er þetta, þú veist, gera svo góða hluti. Já. Og það er líka það að, sko, ég var ekki til dæmis þú veist, ég get ekki sagt ég hafi verið trúaður áður en ég fór þessa ferð. Nei. En ég varð trúaður á ferðinni. Já. Vegna þess að það bara komu upp aðstæður þar sem að ég var bara hræddur, skilur. Ég vissi bara það að ég átti eftir að fara yfir fjallgarð sem var einhver 3000 metra hár. Vegurinn var sundurskorinn eftir mikla rigningar og ég mátti bara ekki missa hjólið og ég þurfti bara allir í minni einbeitingu að halda. Já. Og krafti. Þá er ég bara fann að setjast á morgnana, gefa mig friðastund og fara með mína bæn. Og í hvers skipti, þá fann ég alltaf fyrir auknum krafti og einbeitingu. Og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að ég kem heim eftir 48.000 kilometra akstur, heilsu.
Já. Skilurðu? Vegna þess að ég var svo einbeittur. Og ég ger þetta enn þann dag í dag og sérstaklega, ég fer með bænir og allt það, en sérstaklega á ferðalögum og þegar Ásdís með mér, þá förum við alltaf með okkar bæn, bara til þess að skerpa okkur og fá þannig auka kraft. Já. Og ég þarf ekki að segja þér það eru allir helstu íþróttamenn í heimi sem að hafa trúna að leiðarljósi, alveg sama hvort að það sé Sala eða, þú veist, þeir þakka alltaf fyrir sig þegar þeir eru búin að skora eða þeir koma inn á signa sinn og allt það. Það er til þess að fá þannig auka kraft. Skilurðu? Og trú að þú getur þetta. Já, trúin að þú getur það með aðstoð þess Guð sem að þeir trú á. Skilurðu? Ég er að benda síðan mínum á 14 ára sem elskar Cristiano Ronaldo. Ég var að segja, sko, þú veist að vera að tekur aukaspyrna, þá lítur hann upp. Já. Einmitt. Það er þetta sem að, og þetta hef ég fundið, ég segi, mér finnst ég vera algjörður kristinboði, það er eins og ég tala þetta á mínum fyrirlesturum. Ég tala þetta eins og sjálfsagðan hlut, ég hef ekki farið í gegnum eina, þú veist, menntun á þessu sviði. Nei. Ég fann þetta á eigin skinni. Já, ég hjó eftir þegar þú sagðir þú veist, einbeitingu, öðlaðist meiri einbeitingu. Og ef maður er einbeittur í trúnni, sama, þú veist, hvort það sé trúa á sjálfan sig eða æðri mátt eða trúa því að maður geti eitthvað. Þá er þetta alltaf góð blanda að hafa þennan æðri mátt til að leita til. Út af því að þegar þú ert einn upp á þessum fjallgarði, þá kannski vilt ekkert vera einn. Þú vilt kannski trúa því að þú sért í öruggum höndum. Já, þú sé eitthvað með þér. Það er þannig og getur leita til, skilurðu. Ekki það að ég liggi alltaf á bæni eða slíkt, sko, en ég nota þessa aðferð til þess að auka kraft minn og einbeitingu. Og ég er ekkert að því leyti til eitthvað fara oftar í kirkju eða slíkt, sko. En þetta er ég tengi við þetta. Ég tengi við þetta mjög sterkt. Og líka þegar hildarleiknum er lokið, að þegar maður fer að líta tilbaka og þá finnur maður það að maður getur ekki alveg kannski gefið sjálfum sér allt kreditið, maður sletta sem svo, að maður finnur stundum, það var einhver sem leiddi þig áfram. Ég var undir handleiðslu og teymdi mig áfram. Og eins og þú sagðir að pabbi væri listamaður og þessi listamaður í þér að ég hef, til dæmis, mér er mjög gaman að skrifa og ég skrifa ljóð og texta og svo kannski finnum maður þetta einhverjum árum seinna og fer að lesa þetta og byrju, hvernig var þetta til? Hvernig var þetta til? Hvernig datt mér þetta í hug? Mjög gott. Og svo sest maður niður og kannski, og ég geti ekki gert þetta núna. Nei. Þarna var ég, þú veist, undir einhverju handleiðslu eða í einhverju feeling eða innblásin af einhverju og þá var þetta til. Og þetta er bara eins og þú fer frá Rússlandi og þú bara endir í Suður-Ameríku. Ef þú myndir fara til Rússlands núna, þá myndir þú kannski ekki enda í Suður-Ameríku. Þá myndir bara kannski verða fyrir annarri vitun. Þetta er æðislegt. En Kristján, ég sagði við þig að ég ætla að selja þér hugmynd að það er 20 mínútur til hálftíma og við erum komin á 29. mínútu. Já, ok. Og það er fljótt að líða. Já, tíminn er fljótur að líða. Já, einmitt. En þú ert að fara núna, segir næstu viku í ferð til Tyrklands, eða ekki? Já. Það er fyrsti leggur á langri ferð sem ég er að fara. Vegna þess að ég fékk boð frá kínverska sendiherranum í Íslandi sem bauð okkur Ásdísi til trédrykkju niður í sendiráði og vegna eftir fyrirspurn sem ég gerði það hvort það væri möguleiki fyrir mig að fara inn í Kína á móti júli. Hann bauð okkur, var búinn að kynna sér svona bakgrunn minn og hann sagði bara hvað get ég gert fyrir ykkur. Og þeir eru búin að hjálpa mér stórkostlega við að
skipuleggja ferð í gegnum, eða það að segja að koma mér í samband við aðila sem hjálpa mér að skipuleggja ferð í gegnum Kína á mótorhjóli, einn. Og það ekkert algengt að það sé hægt, skilur. Þannig ég að fara núna til Tyrklands og vonandi enda ég í Georgíu þar sem ég get geymt hjólið, flogið heim, farið svo út aftur næsta vor og farið í gegnum Rússland, Suður Rússland, inn í Úsbekistan og Kirgistan. Staðanlöndin þarna? Já, og þaðan inn í Kína. Og vonandi klára ég það, þú veist, næsta sumar, sko. Það planið. Spennandi. Þannig að það nóg að gera, en ég mörg ef í þessu, sko. Já. Ég þarf að hafa fyrirvara á þessu vegna það svo margt sem getur skeð og breytt þessar áætlun. Meðal annars það að eitt landið lokað núna, það Azerbaijan. Ég átti að læra þessu að bera fram þessu nöfn. Azerbaijan, það lokað vegna COVID. Og þannig ég þarf að gera þessa lúpu inn í gera lykkjuhjólið inn í Rússland fyrir norðan Kaspíanhafi. Og þannig að það ýmislegt sem getur komið fyrir, sko. Já, og svo heimsfriðurinn, hann er viðkvæmur. Já, ég meina að öðrum kosti hefði ég farið inn í gegnum Íran og þaðan upp, sko, en það náttúrulega ekki alveg nógu gott ástand þar núna með stríðið í botni Miðjarðarhafs og við sendum bara góða strauma niður yfir. En eftir þessa ferð þá verður komið með fullt af efni og kannski efni í fleiri bækur, en má ég sjá aðeins, sýndu okkur hérna, tölum hérna aðeins í vélina hérna. Hérna ertu með tvær útgefnar bækur. Þessi fyrri bók, þetta er fyrri bókin, þetta er stóri hringurinn. Þetta er stóri hringurinn, ég var búinn að taka hérna á hana. Þetta er stóri hringurinn og þetta er svona bók sem svona, þetta er svona kallað coffee table book, sko. Og helmingurinn myndir af fráferðalaginu. Þetta er gríðarlega fallega myndir og þín ástæða fyrir ljósmyndun. Og svo ég með texta hérna. Og þetta er eiginlega saga miðaldra mann sem ákveður að fara á mótorhjóli hringinn í kringum hnöttinn einn. Og síðan þegar ég fór í gegnum niður Afríku, þá tók ég myndir í þessa bók. Og það með sama hætti að þetta er allt unnið upp úr dagbókunum mínum. Þegar ég kom heim eftir þennan hring fjórhringinn, þá var ég með 500 blaðsíður af dagbókafærslum. Að Helga Guðrún Jónsson, rithöfundur, hún færði það í stílinn í þessari bók, gerði þetta svona læsilegra og áhugaverðara. Svona ritstýrt þessu, veginn. Og svo ég með í þessari bók, þetta svipað, það cirka helmingur myndir og helmingur texti. En þetta kemur allt myndir. Flottir pappír og vel í lagt hérna. Svo ég með texta og svo ég með svona QR-kóða. Að þetta má skanna hana, nú þekkja það allir. Og þá koma litla stiklur, svona 2-3 mínútna stiklur eitthvað ákveðið. Bara myndbönd? Já, myndbönd, eldiviður sóttur. Þetta konur í Eþíópíu sem að fara út í skóginn til að safna eldivið og þannig 3 mínútna myndband það. Þannig að það eru 35 svona QR-kóðar og þetta vinsælt meðal, sko, svona stafræn bók? Já, þetta meðal unga fólksins. Þau nenni ekki að lesa. Nei, einmitt. Það getur orðið hvatning fyrir þau að opna bókina, skoða myndböndin og lesa líka tilheyrandi kafla. Mjög sniðugt. Ég ætla bara að segja frá því að við ég sel þessa bækur og öll innkoma, ekki ágóði, heldur öll innkoma, rennur í styrktarsjóð hringfarans. Og við erum að styrkja aðalega 2 verkefni núna. Það annars vegar það verkefni sem
sem að stuðla að því að ungviður Íslands fari ekki í ánýtist eiturlyf, svo forvarnarverkefni. Og svo eftir ég fór niður Afríku þá byrjuðum við að styrkja líka menntun afrískra barna í gegnum Háskóla Íslands. Það er Gunnar Stefánsson, prófessor, sem er með ákveðið kennslukerfi sem við erum að setja upp í Afríku og hefur reynst mjög vel. Og svo er það náttúrulega salan á þáttunum, þeir eru orðnir 15 þættir. Það var sería. Já, og það við erum að selja það inn til RÚV og líka í Icelandair flugvélarnar og öll innkoma þar fer í þannig sjóð. Og við erum núna búin að styrkja fyrir einar 34 milljónir. Vá. Og erum ekki hætt. Það eru 2 þættir til hamingju. Já, takk fyrir það. Vel gert. 2 þættir núna í vinnslu, frá ferð okkar Ásdísar til Japan. Kemur til sýningar í febrúar næsta ári. Þannig að ég bara... Þú nóg að gera. Nóg að gera. Já, bara frábær Kristján. Þú svona ég segi, ég gleðst alltaf við því þegar menn setjast í helga stein og fara að taka sér einhver metnaðarfull verkefni eins og þú hefur sannarlega gert. Takk fyrir það. En heyrðu, við ætlum að halda okkur við tímann. Við erum aðeins komið hérna á 37. mínútu. Takk fyrir það, Helminn. Þúsund þakkir. Takk fyrir það. Og gangið vel í Tyrklandsferðinni sem að vonandi nær síðan að taka tengingu yfir alla leið til Kína. Takk fyrir það. Heyrðu, takk í dag og eigi góða helgi og vonandi fæ ég að heyra meira frá þínum ferðum. Já, bara mínir ánægjan, koma aftur. Komandi framtíð. Mínir ánægjan. Takk kærlega Kristján.